Til hamingju Verena með Íslandsmeistaratitilinn í hálfumaraþoni. Já, takk. Hvernig gekk þetta hlaup? Hvernig var þetta hlaup? Bara frábært. Bara mjög góð aðstæður og ég var svolítið hrædd að fá smá mótvind hérna á bakaleiðina en það var bara ekki mjög mikið. Og mér bara leið mjög vel og bara stemning eins og það heyrist. Allir bara mjög sáttir og svona. Frábært. Hérna, nú ert þú, Ellen, þú þýsk er það ekki upprunn? Já. Hvernig með nú ertu með ríkisborgararétt hérna á Íslandi, ertu búin að langt síðan fékkst hann? Já, bara núna í sumar. Já, það tók svolítið tíma, örugglega út af COVID, en allt í einu datt þetta bara inn. Já, og þú í rauninni getur þá keppt bara sem Íslendingur hérna í öllum keppnum á Íslandi? Já, ég átti mig bara á því bara fyrir viku síðan og ákvað bara að skrá mig þá í gær bara í hérna hálfu í dag. Já, og náður Íslandsmeistaratitilnum? Já, bara strax. Nei, ég var ekki mjög mikið að pæla í að hlaupa hálfmaraþon í ár og var því ekki búin að æfa fyrir þetta. Já. En stundum gengur þetta bara mjög vel upp og bara skemmtilegt. Ertu búin að vera að hlaupa í mörg ár? Já, ég mun segja það. Ég er búin að hlaupa í mörg ár en ég byrja ekki fyrir að keppa fyrir hvernig var þetta, kannski 2017-18 og svona bætist alltaf við einhvað meira og meira og ég var sem sagt alltaf að skokka í mörg ár og ég er núna svona aðeins að æfa meira. Já. Ertu að æfa með einhverjum hóp eða sjálf eða hvernig? Já, ég mest að hlaupa einn og ég mikið að hlaupa svona í háskólanum, svona í hádegi og það er svona einhver skokkhópur og þá tökum við svona nokkra æfinga en ég er oft bara að hlaupa einn svona í vinnuna. Hvað var tíminn aftur núna í hálfu hjá þér? Sástu það? Já, ég heit undir 1.25. Ég er ekki 100% viss. En það er ekki besti tími en ég er bara mjög sátt með að ég var í rauninni ekki búin að æfa fyrir þetta. Já, það skilaði titli. Já, þetta var í rauninni bara markmið í dag. Já, frábært, til hamingju með þetta. Ok, takk fyrir.